Annar sérstakur gestur, eins og ég nefndi áðan, Gunnar Finna og hún er vöknuð. Og það átti að tileinka þessu ágæta fólki, þessum tveimur sem að standa upp úr af viðfangsefnum þessara bókar. Aðalega þeir, það mest fólk sem er látið, sumt alveg fyrir langa löngu og engin mann í raun eftir, jável, þeir inni, en voru Siglfirðingar. En við ætluðum að lesa þeim til heiðurs. Það verður gert gagnvart þér, Gunnar, og Anita ætlar að koma eftir og lesa frásögn þína að einhverju leyti. En af því að Alli kom ekki þá ákvað ég í skyndi, ég verð að segja við þér, að lesa svolítið kafla það 10. kaflinn sem heitir Kristvönu myndasmiður. Hér segir frá ljósmyndaranum og margslungnu lífshlaupi hans. Hann var sonur torfbæjarins og var vitni að stéttabaráttunni og hinni rafvæddu byltingu hversdagsleika. Óskólað genginn en þó menntaður í ljósmyndariðninni sem hann á endan yfirgaf ósáttur. Hvít. Allt er hvít. Sjúkrastofan hvít, fjöllin hvít og jafnvel himinninn á hríðarlegum degi. Hvít er rúmgrindin, sængurfötin, greipar hans spenntar á brjóstinu. Silfur hvít hárið og ásjónan eins og snjóföl á vetrarjörð. Dökk augun hvíla í loftinu og sjá gegnum hvítmálaða steinsteypuna svipi liðins tíma. Fólkið, allt fólkið, náið og horfið. Á eilífðarstundum skagfirskra sólskinsdægra eða í stéttarbaráttu akureyskrar vorþíðu og hvítum sjúkra árum fyrra lífs. Og nú, í þessu lífi, fólkið kært og nálægt á fúnandi síldarbryggjum og næst honum konan unga sem sýndi endalausa tregð og kærleika í hrörnun hans og elli. Ég ætla að gera eins og Örlygur flakka svo lítið til í kaflanum. Hútak hér og þar. Kaflinn heitir Gunnar Finna. Karlar segja sögur af körlum. Endalausa sögur og karlahimninum. Þar hafa hetjur hafsins löngum verið fyrirferðarmiklar. Minna hefur farið fyrir hetjunum sem heima sátu og gættu bús og barna. Við böngum upp á hjá einni þeirra, Guðnýju Friðfinnsdóttur, sem ætlar að segja okkur á reynslu og viðhorfum sjónvarpskonunnar. Hún talar skýrt og hlær við þegar orðin raðast á óvæntan hátt fram á varirnar. Komið nú sæl og verið velkomin. Fyllið ykkur hérna við eldhúsborðið mitt og reynið að láta fara vel ykkur, þó allt sé svona frjálslegt. Eldhúsið, borðstofan, svefnherbergið og betristofan. Allt í einu rými hér. Fyrir vikið allt svo handhægt og þægilegt. Nóg kaffi á könnunni, gjörðu svo vel. Svo verðið endilega nýtt ykkur kökurnar hérna í borðinni. Nýbakaðar beint úr búðinni. Ég hef verið óskaplín í bakstrinum síðustu ári. Sérstaklega núna eftir að ég slapp úr rallyakstrinum. Það var meiri flugferðina. Ég vildi þakka Guði fyrir að ömmustelpa mín skrapp með skrekki. Það er allt í lagi með mig þó ég hafi krambúlar svolítið í framan. Ég er nú komin á þann aldur að ég má þakka fyrir hvern dag. Og ég segi það nú bara, meðan útlent fólk sem á bátt og biður landvistarleyfi, þá fikk ég jarðvistarleyfi mitt framlengt. Takk fyrir. Það þykir rétt að færa Gunnu innan bóks og í takklætisskyni fyrir svo gott eindar tunga eða samstæða. Ég var alveg við að náttúrulega. Takk saman. Steingerður. Þetta geta fyrir hand ljósmyndarsafn Siglufjarðar. Það getur ekki sagt sem svo. Þú tekur þetta. Þú eru láta Þór. Nei. Svo kemur þú svo áfram. Biðu. Takk fyrir þér. Biðu. Það er allt upprunnið frá átt hér og vinsemdin og velvilin í. Takk.